Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar skoðum við keramik í sumarhúsi í Höfnum á Reykjanesi, tökum skóflustungu að nýju 2000 manna hverfi í Vogum á Vatnsleysuströnd og ræðum við lögregluna golfmót Special Olympics. List á breytingum yfirskrift sýningar nemenda við keramikbraut Myndlistaskólans í Reykjavík. Sýningin hluti af dagskrá Hönnunarmars 2020 og verður á Hafnatorgi í miðbæ Reykjavíkur dagana 24. til 28. júní. Suðurnesjakonur í hópi nemenda og við hittum þær í fallegu sumarhúsi í Höfnum á Reykjanesi þar sem við ræddum við þær keramik, matarsóun og virðingu neytenda fyrir hráefnum, svo eitthvað sé nefnt. Við erum nemendur við Myndlistaskólann í Reykjavík, keramikbraut, og verkefnin hérna eða afrakstur verkefnina sem við sjáum á borðinu eru hluti af námskeiði sem við vorum í. Þetta námskeiði hét Hönnun og framleiðsla og við vorum að vinna út frá sjálfbærni og matarhefðum, íslensku matarhefðum. Það var svona útgangspunkturinn í því sem við vorum að gera. Það var svona íslenskt þema svolítið og saga og hefðir svolítið svona haft í forgrunni í hugmyndavinnunni sjálfri. Og við lærðum í rauninni mjög hjálplegt ferli í svona hönnunarvinnu, þar sem við vorum að skoða bara alls konar gögn og í svona hálfgerðri rannsóknarvinnu og afraksturinn er þetta sem er hérna á borðinu og náttúrulega ýmislegt annað og allt tengist þetta sem sagt mat og framreiðslu eða matreiðslu eða tilreiðslu á mat með einhverjum hætti. Og þið segið að þetta mjög vinsælt að tala um þetta í dag, að sporna gegn matarsóun og auka virðingu neytenda fyrir hráefninu sem það er talað um að það sé til svo mikið af íslensku góðu hráefni. Þannig að þetta verður ekkert verið erfitt fyrir ykkur að finna út af því, eða hvað? Já, þetta er eiginlega þannig svolítið að vekja athygli bara á því að við Íslendingar höfum svo mikið hérna bara í okkar umhverfi. Og það er svo mikilvægt í ljósi umhverfismála og sjálfbærni hugsunar að gera sér grein fyrir því að þetta er bara oft í garðinum eða út í sjónum kringum okkur og þannig að það er bara mjög mikilvægt að vekja athygli á þessu. Og líka fyrir okkur, ef við ætlum að framleiða vörur, að vera með þetta svolítið í huga því þetta er söluvænlegt og það er gott svona að koma fram með þessa meðvitund. Ítt öllu plasti og öllu auka efni í burtu. Já, vera meðvitaði neytendur líka. Því að eins og til dæmis í mínu tilviki gerði ég mortel sem er byggt á rannsóknarvinnu þar sem ég var að skoða nýtingu á sauðfé, eða íslensku sauðkindinni. Og ég sá á Þjóðminjasafninu áhald sem heitir Lifrarhnallur sem var í rauninni bara tréhamar sem var eins og kona í kjól. Og hann var notað til þess að merja lifrina og en þegar hann var ekki notað sem slíkur, hann var hann dúkka. Þannig getur þetta mortel breytt fyrir í fjallkonu, ef maður vill nefna það þannig. En markmiðið líka með því að nota mortel frekar heldur en þessar plastkvarnir sem plaststaukar sem eru með áferstum plastkvörnum í búðunum, að það er ekki margir sem gera sér grein fyrir því að þegar maður notar þetta að þá kemur örplast með piparnum eða saltinu. Og þú borðar það þá og það fer líka út í umhverfið. Og með því að nota þetta að þá ertu alveg laus við það. Þetta er 2020, er það ekki? Umræðan rosa mikil í þessa veru í dag. Já. Með umhverfið. Það er líka svo gaman að skoða söguna og út frá hlutum sem okkur finnst sjálfsagðir í dag, ef við tökum bara salti sem dæmi. Ég vann út frá salti og þó svo að eyjan okkar sé umlukin söltum sjó, að þá fyrir á öldum var ekki hægt að vinna salt úr sjó þar sem var engin eldiviður til að sjóða sjóinn og vinna saltið úr. Þannig að það er svo gaman að skoða söguna
Og námið var svolítið, það hannað þannig að við byrjum á hráefni og hugmyndavinnu. Við þróum hlutin út frá því og við þurfum að hanna hann og þessi hlutir hérna voru gerði með því að við byrjum á að gera mastermót sem við tökum svona afsteypumót af sem við svo steypum postulínsluti úr. Og hérna talandi virðingu fyrir matvælum og umhverfi að hérna var ég að hugsa hvernig þetta að bera þetta fallega fram og hvernig get ég gert margnota hluti þannig að við mögulega þurfum færri hluti inn á heimilið sem svo líka taka minna pláss. Það er þetta að stafla þeim saman. Þannig að það var horft til ýmissa hluta. Og þú ert með þessi skemmtilega hluti að það? Já, ég hannaði semst út frá hugmyndafræði líka varðandi salt og kynnti mér svolítið svona þessa íslenska saltfiskhefð og hvenær það var semst og hvernig það var unnið. Og það var einmitt líka mjög gaman að lesa söguna þar sem maður var að lesa það hvernig fólk lagði út saltfiskinn til þerris bara á risastór landsvæði og svo þurfti að taka það inn ef það rigndi og þá þurfti að taka allan saltfiskinn inn yfir nóttina og þannig að þetta var svona svolítið merkileg lesning sko og ég hugsaði hvernig væri möguleikinn að gera saltfisk bara heima hjá sér og þá kom þessi hugmynd sko ég las bækling frá Matís sem var með einmitt þessum bara leiðbeiningum hvernig hægt að gera saltfisk heima hjá sér og þá kom einmitt fram sko hversu mikinn fisk þú þarft í svona heimilisframleiðslu og það var þetta ílát sem ég framleiddi bara út frá því magni og þannig að þú getur saltað hann og þá setur þú bara fiskinn ofan í þetta fat og svo setur þú salt og lokar fatinu með kannski svona sílikonmóti eða sílikonloki og síðan með tímanum þá fer allt vatnið úr fiskinum og það síast þá í gegnum götin á sigtinu og þá getur þú geymt þann fisk bara alveg mánuðum saman eitthvað svoleiðis og síðan ef þú vilt fá þér saltfisk þá getur þú líka útvatnað fiskinn í þessu íláti þannig að þá fannst mér það svona svolítið skemmtileg hugmynd að þetta væri möguleiki og þetta svolítið svona líka þessi sjálfbærni að þetta svona slow food eins og kallast svona og það til dæmis eins og bara margir eru með sous-vide eða svona slow cooker og eitthvað svona alls konar þannig að þetta svolítið í þá veru. Og allt svolítið íslenskt í átak. Algjörlega. Það ekki? Jú, það má segja það. Og eru þið með fleiri muni hérna sem að þetta er það sem að þið verðið með í Hönnunarmars, að sýna þar? Já, einmitt. Það verður ábyggilega rifist þetta. Það verður rifist þetta. Það verður byggt til sölu. Það var ein úr hópnum sem hannaði þetta og þetta er eiginlega svona kræklingur eða bláskeljarinn. Já, þannig að þetta var hugsað sem svona, mögulega undir krækling. En svo er náttúrulega líka hægt að bera þetta fram með brauði eða bara hverju sem sko, mjög falleg hönnun sko, skemmtileg. Er mikil gerjun hjá ykkur og fólkinu sem er í þessu námi? Finnst ykkur vera svona, er fólk svolítið opið fyrir þessari sjálfbærni og gegn matarsón? Er þetta ekki svolítið svona inn ef mér lefist að sletta í dag? Jú, ég myndi segja það tvímælalaust, ekki spurning. Fólk er alveg bara mjög margir meðvitaðir þetta og það er alltaf að aukast bara kröfur að svolítið svona rauður þráður eiginlega svolítið í náminu, maður finnur það alveg. Þeir sem eru leiðbeinendur og hönnunarsmiðir og allt þetta, hugmyndasmiðir, þeir eru svolítið svona á þessu braut. Til dæmis hérna, ef ekki fá okkur te? Hér er gríðarlega flott tesett sem ein úr hópnum hannaði. Og þar er hún að vinna með náttúrulega fjársvæðin okkar sem eru íslensku jurtirnar. Og hún gerði þennan nýstaflega teketil þar sem hún er að vinna út frá í rauninni tilraunaglasi. Sían fer hérna onni, langt onni, eins og tilraunaglas undir jurtirnar. Og svo er hún með vikur og sand úr Sólheimajökli og Hekluvikur utan. Sem hún blandar saman við massan á ysta laginu og svo glerjaði innan. En það er líka hvað var að gera mikið og sjálfbærni, það er líka bara í notkun okkar á hlutum. Að draga úr plastneyslu
keramík þetta svo sterkir hlutir, þetta eru, þú veist, allar formminjar nánast. Já. Eru hérna... Þau finnast. Já. Þannig að þetta endast í þúsundir ára. Einhver Hopnu til dæmis, hún gerði ísbox margnóta með sko 2-földum vegg, þannig að það einangrar. Og þar með var hún að reyna að ögra þessari notkun á frauðplastinu sem er mjög mikið notað í ísbúðum og er einnota og náttúrulega mjög óumhverfisvænt. Sem sagt allt mjög umhverfisvænt. En með hönnunna og hugana að opni þá er þetta geringslegt. Sameina þetta tvennt. Já, möguleikarnir eru óþrjótandi og það er svo skemmtilegt í svona námi og eins og þessu námskeiði að þá byrjum við einhvers staðar og þú heldur að þú sért að fara í einhverja átt en þú ferð sko 58 króka og þú veist ekkert hvar þú endar, hvorki með tilgang hlutarins eða útlitans. Þannig að þetta er rosa hugarleikfimi. Já, ótrúlega skemmtilegt. Já, og þetta er bara opnar svona hugan í rauninni. Já, og þó sem maður sé að læra aðferð til að búa til hluti og er þetta aðferð sem getur gagnast svo víða og er bara mikilvægt í svo mörgum verkefnum í lífinu. Hugmynd að vinna á þetta ferli Aðferðafræðin, já. Mjög. Special Olympics á Íslandi efna til opins gólfmóts á Hólmsvelli í Leiru í júlí. Lögreglumennirnir Guðmundur Sigurðsson og Davíð Þorkelsson hvetja kylfinga til að fjölmenna í skemmtilegt gólfmót þar sem allur ágóði mun renna til Special Olympics. Jú, þetta er nokkuð sem okkur langar til að koma á, svona til styrktar Special Olympics og þetta hugmynd sem kveiknaði og ýttum aðeins úr vör og sjá sem hvað myndi gerast og það er bara, viðtökurnar er alveg gríðarlega góðar. Við tölum hér við golfklúbbinn í Suðurnesja í Leiru og fáum afnót af vellinum hér til að halda þetta frábæra mót sem verður núna 19. júlí næsta mánuði og eins og ég segi, styrktar Special Olympics. Og fyrirkomulagið? Fyrirkomulagið verður Texas Scramble, 2 í liði, opið gólfmót, þannig að allir kylfingar eru velkomnir að taka þátt og skrá sig þá bara í golfbóks bara hjá golfklúbbnum Suðurnesja. Þú hefur nú spilað á einhverjum mótum hjá Special Olympics. Ja, ég fór í fótboltann hefði farið en fór til Svíþjóðar 2018, keppti þar mínu fyrsta móti, kom heim með gullið á því móti. Ekki gaman? Jú, mjög svo. En þú ert nú að vinna hérna á Hólmsvelli þannig að þú ert á heimavelli? Ég er heimavelli allan daga. Þetta er ekki leiðilegur staður til að vinna á? Þetta er ekki, þetta er fínn staður. Hvað ætti að gera? Já, bara misjött, ég sé slá grínan á mótnana, svo bara eru lausa bara á daginn bara, fyrir alls konar verkunum, misjöft. Þá ertu að segja að þetta sé skemmtileg tenging golf, íþróttin og Special Olympics, svona andinn yfir þessu? Já, það er líklega, alltaf golfari sé ekki þess að auðvildast til þess að skilja þessa tengingu hvað Special Olympics stendur fyrir og það er raun og veru bara sama og við notum í golfinu. Það er eins og fórgæðarreglan. Hérna í bæði golfi og Special Olympics spila allir á réttis grundvelli og eftir getu og hún er misjöfn. Ef við tökum golfið þá er ég með 54 í fórgjöf, Siggi með 19, þannig að þar sjáum við hvað jafnust grundvöllurinn ætti að vera. Þið getur verið saman í liði? Við getum verið saman í liði og spilum jaft og svoleiðis snúast allar reglurnar hjá Special Olympics að setja alla eftir, þeir byrjaði 54 eins og í golfinu og svo vinnur þau upp og þannig ertu vissum að keppa í flokki sem hendar þér og við andstæðingar sem eru á svipuðum reiki í hvaða íþrótt sem er. Hvað er að gera í löggumanni? Já, það voru nú spyrir. Þetta er náttúrulega, Special Olympics, það er íþróttafólk sem er með þroskahömlun og aðrar sérþarfir og lögreglan tengist þessu að þeim hætti að það er 81 að hafa byrjað nokkuð sem heit Kyndilhjúp lögreglumanna eða sem eru alþjóðleg samtök lögreglumanna, heitir Law Enforcement Tours Run,
skammstafað LETR. Og við svona hér á Íslandi, lögreglunni í Íslandi, að taka þátt í því sem að felst í því að við erum með svona kynntihlaup lögreglumanna fyrir alþjóðleg mót og eins mót og innan landsvísu. Þannig að það er það sem við erum að gera og já, lögreglan í sjálfu sér ákvað að koma þessu bara móti á, sjá svo bara hver viðtekurnar urðu. Það gengur út á það að auka vitundarþekkingu almennings á Special Olympics og já, hvað er betra en að gera það heldur en með góðu sporti. Já. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem þið eru að gera eitthvað svona? Nei, við höfum svona reynt að koma að ýmsum mótum en kannski fyrsta stóra styrktamótið okkar hér á Íslandi. Annars staðar það eru alls konar svona ferið til löndum, hvað þeir gera og lög þar koma að misjöfn. Þeir þjóna í Bandaríkjunum, svona tips, gjafir, selja kleinurhringi sem eru munu vinsælli þar og betri fyrir sölu. Það er erfiðara fyrir okkur en við höfum gaman að því og nú erum við stoltir að reyna að koma sem bakhjall og reyna að skilja smá eftir okkur auralega séð og styrkja almennilega við þetta. Hingað til hefur þetta verið til þess að vekja athygli og það er alltaf aðalmarkmiðið en frábært ef við getum komið einhvern veginn aðeins sterkar inn. Já. Og því Guðni forseti var nú með ykkur hérna, ekki fyrir mjög lengur síðan? Já, hann hefur verið dyggur hlaupandi og var fyrsti þjóðarhöfðingi til þess að hlaupa í kyndilhlaupi lögreglu með kyndilinn. En Siggi, ætlar þú ekki að vinna þetta mót? Ég ætla að busta þetta. Búin að finna félaga? Já, ég er búin að finna mig félaga. Það er með mér í bænum, það heitir Pálmi. Og stífar æfingar framöndan? Já, það er svona. Það hefði búin mikið æfingum í vetur, þannig að COVID. Og kannski sleppir að stoppa þegar þú ert búin að slá flötina, ferðu bara með pútterinn og æfir? Ég er búin hóluskerinn í töskunni, færu hólur á staðnum. Framkvæmdir við nýtt íbúðahverfi í landi Grænuborgar í Vogum á Vatnsleysuströnd eru hafnar og var fyrsta skóflustungan tekin síðasta föstudag. Gert er ráð fyrir að Grænabyggð verði 2000 manna hverfi og er heildarfjöldi íbúða sem áformað er að reisa á landinu 800 á 10 ára tímabili. Íbúafjöldi í Vogum gæti því þrefaldast á næsta áratug gangi framkvæmdir vel. Ásgeir, það að segja að það séu stórhuga menn að byrja hér mikla framkvæmdir? Já, heldur betur. Þetta eru tímamót mikil og hér er ekki verið að tjalda til einna nætur, heldur eru hér plönum 10 ára uppbyggingu og áformin eru stórtæk en eiga síður svona traust og örugg skref í framkvæmdinni og dreift á mörg ár og verður gert í svona hæfilegum skömmtum. Þannig að þetta svona fellur vel að, hvað ég var að segja, ykkar óskum getum við sagt, þið sem að stýra þessu bæjarfélagi? Já, við getum alveg tekið undir það. Ég meina það er þannig að þegar að fámennt sveitarfélag á í hlut að þá verða öll vaxtarskref svolítið stór og koma í svolítlum rykkjum. Þannig að það er ákveðin áskorun sem felst í því að takast á við aukningu og ekki síst varðandi þjónustuna og innviðina. En með þessu samkomulagi sem að nú er unnið eftir hér og þeim áformum sem eru uppi hraðan í þessari uppbyggingu, að þá er þetta mjög svona vænleg áform og henta okkur vel, við getum orðað það þannig. Þið treystið ykkur til að taka á móti verulega auknum íbúafjölda á næstu árum hvað varðar innviði og þjónustu? Já, heldur betur og við erum náttúrulega búin að vera að undirbúa okkur í sjálfu sér lengi undir þetta og það eru áform uppi bæði að stækka núverandi grunnskólabyggingu og það eru síðan lóðir hér á þessu svæði sem gera ráð fyrir nýjan leikskóla og nýjan grunnskóla í fyllingu tímans. Þannig að það er fyrir þessu séð og hugsað alveg langt fram í tíman. Nú síðan stöndum við hér í nágrenni við frábær íþróttamannvirki og við horfum með þetta til þess að þau mannvirki sem á starfsemi ungmennafélagsins okkar séu vel í stakk búin til að bæta við sig og í raun renna styrkari stoðum undir sína starfsemi. Við líðum pínlítið hér í okkar starfi á ýmsum vettvangi fyrir fámennið
En með því að fá inn svona fjölgun þá getum við fengið styrkari stoður bæði undir starfsemina og ekki síst rekstur sveitafélagsins. Hvernig getur þú lýst landinu hérna fyrir okkur? Já, þetta land kennt við gamla bújörð sem hét Grænaborg og við erum hérna norðan við þéttbýlið í Vogunum. Landið hallar hér til norðurs niður til sjávar og þannig að þetta svona, má segja að nánast allar íbúðir hér hafa útsýni til sjávar og út á Faxaflóann yfir til Keflavíkur og svo ekki síðast en ekki síst yfir á Snæfellsnesið og Snæfellsjökulinn. Þannig að það stórkostlegt útsýni hér og það auðvitað eitthvað við það að vera nálægt sjónum líka sem að mér finnst vera heillandi við þetta svæði hversu svona vel það í sveit sett hvað varðar útsýni og tengingu við náttúru. Svo náttúrulega þið mjög vel staðsett svona milli höfuðborgarsvæðisins og Reykjanesins og Keflavíkurflugvallar. Já, við vitum það auðvitað sem að búum hér á störfum að það stutt í báðar áttir og enda vinnusóknarsvæðið þeirra hér, íbúana og atvinnu aflsins hér svona jöfnum höndum í báðar áttir. Það ekki nema cirka korter að keyra upp á völl og það þetta 15-20 mínútur í Hafnarfjörðinn og svo kannski 30 mínútur inn til Reykjavíkur. Og öruggar og góða samgöngur sem fara batnandi og sem líka ánægilegt og ekki við neina fjallvegi að fara eða neitt slíkt, þannig að samgöngur hér traustar og öruggar og fjarlægðir mjög viðunandi, þannig að við erum með mjög mikið og álitlegt vaxtarsvæði hér til framtíðar litið, myndi ég halda. Sverrir, hvað getur þú sagt okkur þetta verkefni hérna í Vogum á Vatnsleysuströnd? Þetta stórt samvinnuverkefni, getur við sagt? Já, það sem við sáum bara strax í upphæð þegar við fórum að vinna í þessu að það vöntun á húsnæði, hagkvæm húsnæði fyrir ungt fólk og líka eldri borgara. Og það sem Vogarnir hafa upp á að bjóða sem kannski mörg önnur sveitarfélög hafa ekki, það mikið af landsvæði og svo stutt í allar áttir, til dæmis til Keflavíkur og til Reykjavíkur. Þannig að þetta mitt á milli stóra atvinnusvæða og hér teljum við að sé hægt að byggja blómlega byggð sem í nálægð við stóra atvinnusvæði. Og þetta nokkrir aðilar sem að koma að þessu máli? Já, það eru margir aðilar sem koma að svona verkefni. Það eru margir verktakar búin að sýna mikinn áhuga fyrir því að koma hér og taka þátt í þessu verkefni með okkur og það er búin að taka frá þó nokkuð á lóðum og vonandi bara skýrist það á næstu dögum hvernig því vindur fram. Hvernig byggð sjáu þið fyrir ykkur hérna? Við sjáum fyrir okkur blandaða byggð af fjölbýli og sérbýli þá þannig að hér sé hægt að byggja og hér kostur sökum þess hvað mikið landsvæði hér að byggja til dæmis lítil raðhús á einni hæð, lítil sérbýli í svona tveggjaðahúsum en svo sjáum við líka fyrir okkur að geta byggt svona minni fjölbýlshús sem að gæti þá verið 3 til 4 hæðir. Þannig að þetta verður svona blandað og fjölbreytt og eitthvað fyrir alla. Hvað mun þetta gerast hratt? Sko uppbyggingin og samstarfið við bæjarfélagið gerir ráð fyrir að þetta gerist á 10 árum. Það sem við erum fara að gera hér núna og við erum komin hér í dag til þess að taka skóflustungu á fyrsta og öðrum áfanga. Í þessum fyrsta og öðrum áfanga gert ráð fyrir alltaf 234 íbúðum í þessu blanduðu húsakosti eins og ég lýsti. En það gert ráð fyrir 10 árum. Það nú bara aðalega gert til þess að eins og bæjarstjórinn kom hér inn á áðan í skóflustunguna, til þess að innviðir sveitafélagsins og sveitafélagið sjálft getur svona stækkað í takt við uppbygginguna á svæðinu. Og sjáu þið fyrir ykkur innviði eitthvað í skólum og slíku sem að mun rísa hérna líka? Já, sko, samkvæmt skipulaginu þá gert ráð fyrir hér sjálfstæðu skólahverfi og þið einmitt snúið baki í þá lóð sem bærinn á ætluð undir skóla og leikskóla og í okkar samkomulagi við bæinn gert þá ráð fyrir því að þegar að það verður komið grundvöllur til þess að fara að byggja hér upp skóla og leikskóla að þá verði það gert. En þetta eins og ég segi, þetta verður allt gert í samræmi við stækkun, þannig að sveitafélagið geti aðlagað sig að hverfinu og hverfið þá á móti geti þá aðlagað sig að svæðinu. Komnar eitthvað tölur á blaði? Getur eitthvað sagt okkur svona fasteignaverð hérna per fermetra eitthvað slíkt? Ég get ekkert svo sem talað það og við höfum svo sem ekkert úttalað mig það. Við höfum bara fylgst vel með og við höfum séð að það eru fín verð hér á miðbæjarsvæðinu. Það eru hagkvæm verð og góð verð og ég held að ef fólk fer að kafa ofan í það þá sé hægt að gera hér hörkukaup.
á frábærum stað. Á frábærum stað, mitt á milli alfaraleið. Leið og við þökkum áhorfið þá minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum í rafrænni blaðaútgáfu og gefum út veglegt og vikulegt blað Víkurfrétta. Þar kennir margra grasa að venju og við hvetjum ykkur til að fara inn á vefsíðu Víkurfrétta þar sem finna má nýjasta blaðið. Á vefnum vaff.is eru líka nýjar fréttir og efni á hverjum degi og á golfsíðunni kylfingur.is eru allar nýjustu golffréttirnar. Þessi þáttur og eldri þættir Suðurnesja Magasíns eru aðgengilegir á vaff.is og á YouTube síðu Víkurfrétta. Þar getið þið skoðað hann í símanum ykkar, spjaldtölvunni eða tölvunni. Við þökkum fyrir okkur, njótið sumarsins, takk fyrir og verið sæl. Ég var lítið barn og ég lék mér við ströndina. Tvær ljósarðar stúlkur gengu framhjá og hvísluðu. Komdu með, ungi maður, komdu með. Ég var lítið barn og ég lék mér við ströndina. Tvö hlæjandi börn gengu framhjá og